Nú fáum við erindi frá honum Kristjáni frá Landsvirkjun sem ég þekki vel úr mínu fyrra starfi og frábær, búinn að vera mikill eldhugi í öryggismálum í ótal ár og hann ætlar núna að fræða okkur eitthvað sem mjög fróðlegt og það tenging öryggis á vinnustað og svo hins vegar vellíðan. Gjörðu svo vel. Já, komið sæl. Gaman að sjá hvað margir hérna og margir sem hafa áhuga á öryggismálum og forvarnamálum. Mér langaði aðeins að byrja mitt erindi sem ég kalla öruggur vinnustað trygging fyrir vellíðan á vinnustað. Þetta þannig spurning sett fram og ég mun kannski reyna að svara henni þegar líður á erindi. En þetta ekki fyrsta skipti sem ég kem hérna. Þetta þriðja skipti sem boðið að halda erindi á forvarnaráðstefnunni VÍS og þetta umfjöllunarefni mín sem hafa verið gegn tíðina og það svo skemmtilegt, það akkúrat 4 ára milli í hvert skipti. Þannig að ég kom hérna 2012 og þá fór ég að tala núllslysastefnuna sem Landsvirkjun hafði þá innleitt, sem við innleittum í kringum 2010. Og eins og þið vitið sem hérna þá núllslysastefna kannski fyrst og fremst svona hugmyndafræði og hérna sem byggist á því að við teljum slys, við lítum svo á að slys séu ekki eðlilegu hluti í vinnuumhverfinu. Fólk á að geta gengið að því vísu þegar það fer til vinnu að það komi jafn heilt heim og það fór að morgni og slys eru alltaf frávik og eru sem sagt, og við erum að gera allt sem við getum til þess að koma í veg fyrir það. Og síðan kom ég 2016 og þá talaði ég þann árangur sem við höfum náð með núllslysastefnunni í fækkun slysa og bættri öryggismenningu. Og síðan núna, þá kem ég að tala svolítið á öðrum nótum, þar að segja ég ætla að tala vellíðan í vinnu og hérna, sem mikið hérna, og vinsælt umfjöllunar efni núna og hérna, ég fór á ráðstefnu í fyrra, þar sem umfjöllunar efni var eingöngu vellíðan í vinnu. Hvernig geta fyrirtæki stuðlað að því og tryggja vellíðan starfsmanna sína. Það mér til skilgreining á vellíðan á vinnustað og þessi skilgreining frá Alþjóðavinnumálastofnuninni og segir sem sagt vellíðan á vinnustað tekur til allra þátta starfsins, gæða og öryggisvinnuumhverfisins, starfsandans á vinnustaðnum og skipulagsvinnunar. Takið eftir hérna sérstaklega þarna starfsandans á vinnustaðnum og skipulagsvinnunar. Það sem við höfum verið að gera í Landsvirkjun að byggja upp þetta öryggis- og vinnuverndarkerfi hjá okkur með markvissum aðgerðum. Þannig að það má segja að við höfum fókuserað á kannski hluta því sem kalla má að stuðla að vellíðan á vinnustað. Það sem sagt það meira til en bara öruggt vinnuumhverfi til þess að við getum sagt að við séum að tryggja vellíðan á vinnustað. Og síðan hérna neðst í neðri málsgrein þar sem kemur fram að vellíðan starfsmanni lykilþáttur í langtíma árangri fyrirtækja. Þetta hérna mjög merkileg setning og alveg örugglega sönn því það margar rannsóknir sem sýna fram á þetta og þetta á í raun og veru við öryggismálin. Ég hef alltaf sagt að ef það ekki hægt að samfæra fyrirtæki að það sé fyrir starfsmenn eða það sé hagur starfsmann að vera með gott öryggisstarf, þá getið bara hort á peningana því að þetta bara business. Þetta góður business að vera með öryggismál í lagi. Það eru margar rannsóknir sem styðja það að fyrir hverja krónu sem við setjum í öryggismál þá fáum við 4 til 6 krónur tilbaka í minni útgjöldum. Nú þið þekki kannski þessa Bradley-kúrfu og ég setja nú bara hérna svona fram til þess að menn hérna fái tilfinningu fyrir því hvar Landsvirkjun stödd og þetta umlega kúrfa sem sýnir svona þróunina frá því að einhver segir að það sé ekki hægt að koma fyrir slys þangað til að við segjum að engin slys eru raun og kostur. Og við teljum okkur vera komin á þann stað þetta neðst á kúrfunni og þar sem þetta snýst í raun og veru orðið hóp og samábyrgð.
Og hvað það? Það þegar teymi starfsmanna hefur eignarhald á sínum öryggismálum. Við rekum margar starfsstöðvar vítt og breitt um landið og það skiptir rosalega miklu máli upp á öryggisstarfið að starfsmenn á hverjum stað eigi sín öryggismál. Þeir vita best hvernig á að gera hlutina á öruggan hátt. Ég fer ekki að segja það, ég hef ekki vitað því. Það eina sem ég á að gera að bara tryggja það að menn séu að ná þeim markmiðum sem við setjum. Þeir kunna þetta best og gera þetta best og hafa metnað til þess að gera þetta. Nú allir taka ábyrgð á sjálfum sér og öðrum. Þetta þetta svona líta, eða sem sagt, já, að menn sé ekki einangrar í þessu. Og við samþykjum ekki áhættuhegðun annarra, alveg sama hvort það eru starfsmenn, gestir, verktakar eða hvað það Og síðan höfum við uppi virk og gagnkvæm samskipti með öryggismál. Við fyrirtæki, við opinbera aðila, alla, við höfum ekkert að fela. Öryggismál eru ekki neitt feluleikur. Nú, svona þetta þá staðan hjá okkur núna, 2020 og mikið átak var unnið við að fækka slysum og þau eru orðin fátíð og alvarleg slys hafa ekki verið í starfsemin hjá okkur í 6 ár. Starfsmenn virkir atvikaskráningu og vinna sem ein heild og ekki til sem þetta að klaga. Við erum algjörlega búin að útrýmað slíkum hugsunarhætti á fyrirtækinu ef það hefur þá nokkuð tíma verið. Það ekki til sem þetta að klaga, menn eru bara, það allir að vinna saman á sama markmiði. Þannig að svona staðan. Nú líður þá ekki bara öllum rosalega vel í vinnu. Við látum gera á hverju ári svokallaðar vinnustaðagreiningar hjá Gallup og við erum að koma rosalega vel út úr þessu vinnustaðagreiningum. Síðasta vinnustaðagreining var í apríl síðasta ári og nú ein að fara af stað. Það mjög mikil starfsánægja hjá okkur. Ég veit ekki hvort þið þekkið þessa Gallup, þetta er styrkleikabil og starfsættbil og við erum í styrkleikabili þarna í starfsánægju og stoltið að vinna hjá Landsvirkjun. Nú vinnuálag bara svona nálægt meðaltali, jafnvægi milli vinnu og einkalífs líka, það á hvort ekki á starfsættbili og ég veit til hvers allast það mér í vinnunni, nálægt meðaltali gangnabankana. Þannig að engin merki úr vinnustaðagreiningum í fljótu bragði eitthvað séð. Eða hvað? Við eins og önnur fyrirtæki höfum verið að fá mál sem tengjast sálfélagslegum málum eins og kulnun og örmögnun. Veikindahlutfall hefur hækkað hjá okkur. Fjarvera vegna sálfélagslegra vandamála algengar en áður og getur verið mjög erfitt fyrir starfsfólk að koma aftur til vinnu ef það lendir í langri fjarveru. Nú þetta eins og þið vitið. Þetta alþjóðlegt vandamál og það eru öll fyrirtæki og alla þjóðir að glíma við þetta. Bara sem dæmi. Ég fór núna heimasíðuna hjá Vinnueftirlitinu í Bretlandi sem heldur út í mjög öflugri síðu. Og það eru konum með statistík fyrir 2018-2019. Og þar fullir það að 44% af öllum veikindum, skráðum veikindum, vinnutengdum, séu vegna sálfélagslegra vandamála. Og 54% af fjarvistum sem segir í raun og veru að fjarvistir vegna þessara mála eru lengri heldur en fjarvistir vegna annarra veikinda. Nú ef við lítum á bara Ísland, þá fengum við upplýsingar frá Creditinfo birtingar eða umfjöllun ákveðin málefni og tókum kulnun sem dæmi. Árið 2015 voru 26 fréttir í fjölmiðlum kulnun. 2019 voru 566. Þannig að við sjáum alveg hvernig þróunin Þetta vandamál allstaðar og fyrirtæki eiga að vera óhrædd við að viðurkenna þetta. En það sem við viljum gera hjá Landsvirkjun, að við viljum vinna þetta markvisst. Við viljum ekki missa fólk. Nú, hvað gerist nú? Já, við viljum ekki missa fólk frá okkur í veikindi og við ætlum að nota til þess aðferðafræði áhættustjórnunar. Því í raun og veru má segja að þetta er að gera þetta sama hátt. Það þarf að greina og meta, greina hætturnar, meta áhættuna, síðan að minnka eða eyða hættunni sem við köllum forvarnir og síðan gera eitthvað í málunum ef með þarf og vera þá með öfluga
öflugt viðbragð. Nú hvað það náttúrulega að framkvæma sálfélagslegt áhættumat og hvað myndi vera dæmigerðir áhættuþættir? Það við getum talið breytingar í starfi, óöryggi, léleg samskipti, að fólk hafi ekki áhrif í sínum störfum, nú vinnuálag mikið eða lítið, það jafnvel meiri streita sem fylgir litlu vinnuáli. Það er ekkert verið sýnt fram á að til dæmis tímabundi mikið vinnuálag sé sérstaklega streituvaldandi ef það er stuðningur á bakvið. Þannig að við ætlum að nota það sem við höfum byggt á í kringum áhættustjórnun til þess að vera viðbúin og geta leiðbeint fólki eða lendir í vandræðum. Þannig að þetta sem sagt raunverulega greiningin og hjá okkur. Við þurfum að framkvæma sálfélagslegt áhættumat, við þurfum að þekkja eða hafa góða yfirsýn yfir fjarveru vegna veikinda, við þurfum að vita okkur fólkið okkar að lenda í veikindum og síðan þjálfa stjórnendur í því að koma auga á byrjunareinkenni sálfélagslegra vandamála. Þannig að þeir geti spottað ef einhverjir eru að byrja sína einhver einkenni. Nú, þá það forvarnirnar. Það ofboðslega mikið sem fyrirtæki geta gert. Fyrsta lagi náttúrulega verður yfirstjórnin að vera með. Ef yfirstjórnin styður ekki svona, þá gleymum því bara. Þú menn verður alltaf að hafa backup frá þeim. Nú, góð stjórnun stuðningu við starfsmenn, nýta teymisvinnu frekar heldur en að einstaklega sé að vinna einir. Það er mjög oft sem fólk lendir í vandræðum með að vera eitt. Það er eitt með sín vandamál, miklu betra að vera hægt að vinna í teymum. Nú, aðbúin á að vinnustafan sé til fyrirmyndar, síðan stuðla markvist að góðum starfsanda. Þetta er auðvelt að gera og á margan hátt. Nú, síðan að tryggja starfsmenn hafi skilgreint hlutverk og umboð og ábyrgð sé skýr. Þetta er mikið streituvaldur þegar fólk hefur ekki skýrt umboð og veit ekki til hvers alltaf staðið í vinnunni. Síðan virk endurgjöf, vera duglega að hrósa. Síðan til að taka inn í nýliðafræðslan hjá okkur, fjalla sérstaklega andleg málefni, þannig að okkar nýliðar þeir séu strax settir inn í málin og síðan taka tillit til aðstæðna heima við, bjóða upp á sveigjanlegan vinnutíma ef það er hægt. Síðan breytingar eru oft mikil uppspretta streitu. Það er að segja, nútíma fyrirtæki það er alltaf að breytast. Það er alltaf einhverja skipulagsbreytingar í gangi og þá er það oft að fólk einhvern veginn strandar og veit ekki alveg bara, býtu, er ég allt í einu óþarfur eða hvert er hlutverk mitt? Og það er mjög streituvaldandi, þannig að það þarf að vera virk aðstoð í breytingastjórnun og síðan að nýta starfsmannasamtölin í því að fjalla þessi mál. Byrja bara starfsmannasamtalið á að spyrja hvernig líður í vinnunni. Ósköp einfalt. Nú síðan, ef við lendum í því að fólk sem sagt er að sýna kunnunareinkenni eða mikla streitu, þá þurfum við að vera með öflugar viðbragðsáætlanir. Og þá minnkum við áhrifunum með því að taka á því strax. Við höfum að vera með viðbragðsáætlanir vegna sálfélagslegra mála. Við þurfum að hafa aðgang að öflugu viðbragðsteymi, með skjótan viðbragðstíma, ég legg sérstaklega áherslu á það, og greiðan aðgang að fólk viti nákvæmlega ef það er eitthvað sem ég þarf að tala við eitthvað, að það viti nákvæmlega hvert á að leita og ekki missa fólk í langtímaveikindi. Nú síðan er það stuðningurinn og umhverfi, minnka áhrifuna veikindunum með endurhæfingu, leggja áherslu á getu til vinnu. Það er að segja, kannski hlutastörf, breyta hans störfin eða eitthvað, að missa fólk ekki út af því að það er svo ofboðslega erfitt að koma tilbaka. Ef fólk fer bara, segjum að fólk lendi í kulnun og það bara fer til heimilislæknisins og það er bara skrifað upp á einhverja x mánuði í veikindaleyfi og svo kannski ekkert gert á meðan. Hvernig haldið það svoleiðis fólk sér tilbúið til þess að koma tilbaka? Það er bara ekki séns. Það verður að vera virt á meðan það er í bataferlinu. Þannig að við leggjum mikla áherslu á það. Við höfum ákváðið núna í lok síðasta árs að skipta þjónustaðila í sem sagt vinnuvernd og
ætlum að skipta við aðila sem með heildstæða. Við lítum svo á að sé ekki hægt að aðskilja vinnuvernd, líkamlega vinnuvernd í sálfélagslega vinnuvernd. Þannig að við viljum hafa þetta saman og hérna tók ég bara svona dæmi þarfagreiningu sem við settum inn í útboðið og hérna það leggjum við semst áherslu á að hann geti búið heildstæða þjónustu og að viðbrögðin séu snögg. Við getum ekki sagt við fólk sem lendir í ykkur, já, þú getur fengið tíma til 6 vikur. Það bara gengur ekki. Vandamálið hér og nú og það þarf að vera mjög skjótur viðbragðstími. Og síðan þetta að þjálfa stjórnenduna. Gera þeim grein fyrir hvernig getur gert vinnustæðin betri og hvernig þeir geta þá átta sig á ef einhver að á við einhverja erfiðleika að stríða. Nú, samantektin þá bara lokum. Við lítum svo að við séum komið þroskað öryggismenningu þar sem fjarvera vegna slesiðanna óhappa hverfandi lítil. Nú við rýni hjá okkur kemur í ljós að veikindi vegna sálfélagslega þátta eru hluti af fjarveruvinnu, það bara svoleiðis, við erum ekki feimin við að viðurkenna það. Þetta sívaxandi vandamál allan heim og þessu fylgir mikill kostnaður. Langtíma veikindi fylgir mikill kostnaður ekki bæði fyrir vinnustæðin og fyrir starfsfólki sjálft og fyrir þjóðfélagið í heild. Við ætlum að nýta okkur forvarnir sem eru byggðar á stjórnun öryggismála til þess að takast á við sálfélagsleg vandamál. Og svo vil ég bara segja aftur það sem var hérna í setningunni frá Alþjóða vinnumálastofnuninni. Vellíðan starfsfólks lykil þáttur í langtíma árangri fyrirtækja. Takk fyrir. Kærar þakkir, Kristján, fyrir þetta. Frábært frumkvæði hjá ykkur og eitthvað sem við hinn getum örugglega lært af. Einhverjar spurningar úr salnum? Það eru mikrofónar hérna, eða hljóðnemar á íslensku. Já, góðan daginn. Gjörðu svo vel. Mikael heiti ég, starfa hjá IKEA. Þetta hækka veikindahlutfall, það greint niður vegna starfsaldurs, vegna kulnunar eða vegna slysa? Mér sýnist ofta að gleymist það þetta eðlilegt með hækkandi starfsaldurs í fyrirtæki, vegna aldurs fyrirtækisins, þá breytist ákveðið hlutfall. Já, sko, við erum eiginlega ekki með einar fjarvistir vegna slysa, en það tekið strax út úr þessu, sko. Þetta hins vegar bara heildarprósentan, við erum ekki að leiðrétta fyrir einhverjum faktorum, þetta bara, við sjáum prósentum, það ekki það mikill munur á. Við erum að fá mikið ungu fólk inn, þannig að aldurssamsetningin í raun og veru, ef maður lítur á hann í heild, ekki að breytast svo rosalega mikið hjá okkur, þannig að ég held að það sé kannski ekki neitt afgerandi faktor. En við reynum að rýna í ástæður fyrir, oft verður kannski bara geta okkur til. Ástæður þess að fólk fer í veikindaleyfi. Það geta verið líkamleg einkenni, en þau geta verið bara af sálrænum toga, skilur. Þannig að þetta svona, maður það pínlítið svona bara velta fyrir sig að við sjáum klárlega aukningu á málum sem tengjast þessu og við höfum verið með ágætis þjónustu en við vildum bara bæta hana. Það hefur verið þannig hjá okkur að starfsmenn fá sjálfkrafa eða 3 tíma hjá sálfræðingi ef þau þurfa á því að halda og eru þó ekkert skyldugir að skipta beint í þjónustur en við viljum samt kannski frekar að þið færi þá leiðina en við vildum bara fá heildstæða þjónustu þar sem einn aðili getur tekið á öllu sem snýr að þessum forvarnir að vinnuvind. Einn spurningu viðbót? Gísli? Nei, þá færð þú bara í næsta erindi. Já, herra, góðan daginn. Þú laði þarna eitthvað þjálfun stjórnenda í að greina svona sálfélagslega. Hvernig hafið þið staðið að svoleiðis þjálfun? Hvernig hjálpaði ykkur með það? Það er ekki allt sem ég lýsti þarna sem við erum búin að taka upp. Við erum að innleiða hluti og það mun verða okkar þjónustaðili sem við erum að semja við núna bara þessa dagana. Hann mun sjá þessa stjórnunarþjálfun fyrir okkur og þá það fólk sem hefur
já, kunnáttu til þess að geta gert það. Flott, takk fyrir. Takk fyrir aftur, Kristján.